Verið velkomin í Hljómahöll, þar sem fullkomin aðstaða fyrir árshátíðir, veislur, ráðstefnur og viðburði af öllum stærðum og gerðum. Við þjónustum þinn viðburð frá A til Ö. Nánari upplýsingar á hljómahöll.is. Komið sæl og verið velkomin í Suðurnesja Magasín við upphaf ljósanætur og Salka Sól að syngja Það þarf fólk eins og þig. Já, íbúar Reykjanesbæjar bjóða alla velkomna á ljósanótt sem núna haldin í 20. sinn. En í þessum þætti ætlum við að ræða aðeins við bæjarstjórann Kjartan Má Kjartansson og fara aðeins yfir ýmislegt sem búið að vera að gerast í Reykjanesbæ sem fagnar 25 ára afmæli á þessu ári. En verið velkomin í þáttinn. Gjörðu svo vel. Já, Kjartan, Reykjanesbær 25 ára og ef við lítum aðeins tilbaka og þá var þetta stórum mál þegar sveitarfélögin Keflavík, Njarðvík og Hafnir voru sameinuð í eitt sveitarfélag árið 1994. Þetta var svolítið langt síðan, 25 ár. Hvað geturðu sagt okkur um? Þetta var hellingsmál á þessum tíma. Já. Þetta var stórmál, mikilvægt og í mínum mati bráðnauðsynlegt skref að stíga og ekki bara á þeim tíma heldur ég fullur sannfæringar og sannfærður að þetta hafi verið heillaskref fyrir svæðið. En þegar maður skoðar söguna aftur á bak þá hafa sveitarfélög hér í gegnum tíðina á þessu nesi okkar verið allavega. Ég meina Keflavík og Njarðvík voru einu sinni einn og sami hreppurinn og Rosp, Hvalanesið, allt saman einhvern tíma hér áður fyrr og svona, þannig að þetta hefur svona gengið sundur og saman. En þessi sameining, 1994 var þetta ákveðið og ég held að þetta sé fyrsta skrefið í nútíma sögunni sem á eftir að hafa svo frekar afleiðingar líka. Þú ert búin að kynna söguna vel og þekki vel til og veit ég að hvað finnst þér hafa verið svona stæðsta atriði sem að kom út úr þessari sameiningu? Hvað ég að segja? Stæðsti kostur? Já, þau eru mörg sko. Ég veit ekki hvort maður að nefna eitthvað eitt, en það er náttúrulega miklu hagkvæmari rekstrareining. Það er að segja sparnaður í stjórnsýslunni. Miklu betri yfirsýn yfir þætti eins og skipulagsmál, uppbyggingu íbúða, hverfa í svona einhverju samhengi á stærra svæði og síðast en ekki síst kannski svona meiri atvinnumennska í veitingu þjónustu til íbúa. Og ég held að það sé svona helsti ávinningurinn af sameiningu sveitarfélaga að þau verða betur færi að veita svona alvöru þjónustu. Þau vera með meira fagfólki í vinnu og svona geta gert hlutina betur. Heldur þú að Keflavíkur bæjar hafi grætt meira á svo heldur en Njarðvík eða Hafnir, nú voru Hafnir mjög litlar, en Njarðvík var þó nokkuð svona þokkalega stórt sveitarfélag. Það var oft verið talað um það að á þessum tíma vantaði Keflavík í rauninni land fyrir fasteignir eða fyrir hús og annað sem að Njarðvík hafði. Njarðvík vantaði eitthvað sem að Keflavík hafði, þannig að þetta eru svona hluti sem að koma vel út í nýju sveitarfélagi. Já, það eru örugglega samlegar áhrif í báðar áttir í þessu. Landamáli vissulega rétt og við sjáum það bara ef við horfum hérna inn eftir að innri Njarðvíkurnar eru náttúrulega helsta vaxtarsvæði Reykjanesbæjar í dag og hafa verið langt skeið og þar að byggjast upp og búið að byggjast upp mjög fjölmennt og stórt hverfi. Nú næsta svona stóra hverfi hjá okkur Ásbrú sem að gamla herstöðin. Þar eru við að vinna að skipulagsmálum núna í svokölluðu rammaskipulagi, gert ráð fyrir 18.000 manna byggð þar, jafnstór næstu því að Reykjanesbær allur í dag. Þannig að það hafa fengist í gegnum þetta og þessar breytingar á umliðnum árum frekari lendur til að vinna með og það bara fínt. Verkefnin í sveitarfélagunum í dag eru náttúrulega alltaf að stækka. Þið hafi verið að fá, eða sveitarfélögin hafi verið að fá stór verkefni frá ríkinu
Og þetta eru flókin verkefni. Já, við tókum við grunnskólanum upp á aldamótum Já. sem eru núna stærsta einstaka verkefni sveitarfélaga, rekstur grunnskóla, tekur yfir helming af allri starfseminni, bæði fjármunum og starfsfólki og öllu þessu og gríðarlega stórt, en mikilvægt verkefni líka því að ég hef þá trú að því nær sem að stjórnvaldi þjónustunni, að veitingu þjónustunni og íbúðunum því betra. Auðvitað verða stundum hlutirnir þannig að verður erfiðar að taka ákvarðanir fyrir einhver sem nálægur eins og til dæmis í félagsþjónustu eða málefnum aldraðra eða eitthvað slíkt sem að við erum reyndar ekki komið með, það enn á höndum ríkis. En það verður erfiðar að menn þurfa stundum að taka erfiðar ákvarðanir, segja nei við einhverju sem að einhver í næstu götu eða vini og kunningi og fjölskyldumeðlimur skilur að biðja einhverju sem nær þér. En ég held að svona heilt yfir verði þjónustan betri þannig. Og á Íslandi það þannig, ef við leikum okkur aðeins með hlutvöll, að sveitarfélög að veita 30% af þessari svokölluðu opinberu þjónustu og ríki 70%. En þessu öfugt farið til dæmis á sumum Norðurlandanna eins og í Danmörku. Þar eru sveitarfélögin að veita 70% af þessari opinberu þjónustu, reynda með eitt milli stjórnsýslustig þarna, á milli sveitarfélags og ríkis. En ríkið 30%. Já, Kjartan, við vorum nú bara eiginlega að leika okkur hérna í þessu nágrenni þegar við vorum ungi menn og flugstöðin hérna byggð 1987 eða opnuð 1987 og við getum varla sagt að það hafi margir hér á Suðurnesjum og jafnvel Íslendingar gert sér í hugarlund að ferðaþjónustan sem tengist þessu stóra húsi mjög mikið að hún yrði svona stór á Íslandi. Og orðin mikilvægasta atvinnugrein landsins. Nei, ég held að enginn sé það fyrirbeint og það eru örugglega einhverjir þarna úti sem að þykjast hafa að segja þetta fyrir, en ég held að eins og margoft hefur komið fram að landgengi sem Ísland fékk í kjölfar eldgossins í Eyjafjallajökli hafi skipt þar sköpum. Og þessi flugstöð og flugvöllurinn skiptir okkur Suðurnesjamenn gríðarlegu máli. Ef við lítum á þetta sem einn vinnustað, sem þetta náttúrulega ekki, þetta eru margir vinnustaðir og mörg fyrirtæki og margs konar þjónusta. En ef við gefum okkur þetta sé einn vinnustað, þá þetta langstærsti einstakir vinnustaðir ekki bara á Suðurnesjum heldur á Íslandi. Og eins og þú segir, þetta orðið svona stóra atvinnuveitandi á svæðinu, þá þetta náttúrulega skiptir máli að samstarfi í rauninni við þessi aðalega gangi vel gagnvart sveitarfélögunum og þið tengist sveitarfélögin náttúrulega tengjast þessu á margan hátt. Já, bæði gott samtal og samstarf á milli sveitarfélagana hérna og svo núna undanfarin ár vil ég segja hefur það verið að batna og styrkjast á milli sveitarfélagana annars vegar og Isavia og Flugstöðvarleiðsögunar hins vegar. Og svo núna í samkomulagi sem við undirrituðum í sumar, viljayfirlýsingu við fjármálaráðuneytið, að þá svona þróun þessa svæðis í kringum alþjóðaflugvöllinn, að þá Katego eða Þróunarfélag Keflavíkurflugvallar komið líka inn í þetta samtal og þetta samspil og ég held að þetta eigi eftir að skipta miklu máli fyrir okkur. Það verið að tala um að búa til, gera flugborg. Já. Það orðið sem nota. Já, og það þeir kalla þetta Aerotropolis eða Airport City, það eru svona alls konar nöfn yfir þetta. En við sjáum þetta víða á flugvöllum erlendis að það ekki bara flugbrautirnar og flugstöðin heldur nær umhverfið misstórt og mikið en að þar laðast að fyrirtæki sem að beint eða óbeint hafa hagaði vera nálægt alþjóðaflugvelli, annaðhvort til að taka á móti vörum eða framleiða vörum sem fara svo beint í flug og skrifstofubyggingar og gistirými og hótel og allt þetta. Þetta einn endinn á málinu. En svo það náttúrulega ferðaþjónustan og hér að rísa hótel í kringum okkur og niður í Reykjanesbæ hjá okkur en svo náttúrulega dreifist þetta bara allt land og flugvöllurinn ekki bara hagsmunamál fyrir okkur, Suðurnesjamenn heldur fyrir Ísland í heild. Kjartan, við erum hérna við teikningu af Stapaskóla og þetta svakaleg framkvæmd. Já. Segðu okkur aðeins, þetta glæsilegt mannvirki að sjá hérna sem að rísa. Já. Þetta langstærsta einstaka framkvæmd Reykjanesbæjar, ég held ég geti fullyrt
fyrr og síðar, eða allavega fyrr, ég veit ekki hvað í framtíðin. Og þetta yfir 10.000 fermetra bygging þegar hún verður fullbyggð og mun kosta okkur einhverja tæpa 5 milljarða, öllum líkindum. Og við erum að byggja núna fyrsta áfanga sem má segja, þetta sko skóli fyrir börn frá 2 ára aldri uppur. Og Það er nýjung. Það er nýjung. Og við erum að byggja þennan áfanga núna, þetta eru sem sagt kennslutvendir eins og það er kallað. Byrjum á því, annar áfangi verður svo íþróttasalurinn sem er hér og íþróttahúsið og kemur sem sagt þegar þessum fyrsta áfanga er lokið og þriðji áfanginn í byggingunni verður svo fyrir yngsta stigið, 2 ára eða jafnvel 18 mánaða börn eða ég veit ekki hvað það enda hvort að við förum alveg niður 12 mánuði kannski. Sem er leikskóli. Já, í rauninni er það leikskóli en það er búið að taka mig svolítinn tíma og búið að margminna mig á það að við erum ekki að tala um leikskóla og grunnskóla svona skipt, heldur er þetta skóli frá 2 ára aldri upp úr og það er gert ráð fyrir því að á þessum skilum núverandi leikskóla og grunnskóla að þá þessum aldri þar geti verið svona eitthvað flæði á milli sko, 5 ára börn fá að kíkja aðeins í fyrsta bekk og skilur, það verður svona sveigjanleiki aðeins í því. Hvað getið spurt, eru einhverja nýjungar í rauninni fyrir utan aldurstigið? Er eitthvað annað sem þið eru að gera í þessum framsækna skóla? Það er nýjung fyrir okkur í Reykjanesbæ að kennslurýmin verða ekki svona eins og við þekkjum þegar við vorum í skóla. Hefðbundna kennslustofu með 20 nemendum eða 25 eða hvað það nú er. Heldur verður þetta öðruvísi sett upp og það er svona meiri sveigjanleiki, það eru fleiri nemendur í stærri rýmum en þau verða engu að síður hólfu niður, þannig að þetta er ekki sko einhverjir risastóri salir og þá fleiri kennarar að kenna, þannig að það er búið að brjóta þetta miklu meira upp og því leytinu til er það spennandi nýjungar fyrir okkur og svo erum við að tala um náttúrulega að nýta tækni þarna eins og hægt er og munum vera með svona alls konar slíkar áherslur. Nú íþróttahúsið verður mjög flott, það verður sundlaug hérna sem verður líka þá 7. sundlaugin sem Reykjanesbær rekur og bókasafn í skólanum og svo bæði sundlaugin og bókasafnið og matsalurinn og félagsaðstaðan mun nýtast sem menningarmiðstöð fyrir hverfið. Sundlaugin verður opin íbúðum að kennslulokinni og bókasafnin líka, þannig að þetta verður svona menningarmiðstöð fyrir hverfið líka. Þetta er svaka mikil bygging. Þú varst einhvern veginn að spurður að viti hvort að Reykjanesbær hefði efni á þessu. Og ég svaraði því þá og geri það núna já, við höfum efni á þessu því að þó við séum í svona okkur sé þröngt sniðin stakkur núna þá er þetta náttúrulega mannvirki sem að mun standa og lifa okkur öll sem að hér erum 50-100 ára fram í tímann og ef við höfum ekki efni á því að byggja almennilega skólahúsnæði fyrir börnin okkar og þá er þetta orðið ansi dapurt. En við erum búin að gera áætlanir um það og erum þess vegna að gera þetta í áföngum og höfum notið stuðnings og samþykkis eftirlitsnefndar með fjármálum sveitarfélaga þetta allt saman. Bara rosalega flott. Bara rosalega skemmtum okkur konunglega. Breyting í henni. Æðislega. Frábært. Það er gegg. Æðislega. Það er góða minningar. Já. Góða minningar. Geggsýning. Geggjuð. Bara mæli með henni. Já. Mæta sundaginn. Hún Hera Björk. Hún stóð hreinlega flott að sjá hana. Sýning. Alveg frábært. Æðislega. Það var geðveikt. Þetta var æðislegt. Jú, alveg bara rosalega gaman. Hvet alla að hafa þetta. Ég veist þetta bara geggjum flott sko. Æðislega. Æðislega söngvarar. Frábært. Þetta var eiginlega bara lögumennir sem að maður... Bara algjört æði. Ekki mista þessu. Þetta var æði. Það var orðið gríðarlegur vöxtur hérna inn í Njarðvík
mest vaxandi hverfi Reykjanesbæjar. Það náttúrulega svona skólinn, fylgir fólki í skólanum eða eru þið að fylgja fólkinu með því að byggja, það var komin skóli hérna, nú voru að byggja aftur þennan skóla. Hvernig fylgist þetta að? Í draumaheimi væri uppbygging innviða alltaf á undan íbúunum, en við vitum að það ekki þannig. Þetta kemur svona helst svolítið í hendur. Nú erum við að byggja þennan skóla hérna, Stapárskóla, sem fékk það nafn eftir nafnasamkeppni á meðal íbúa fyrir nokkrum árum. Og honum er ætlað að þjóna þessu hverfi hér sem heitir Dalshverfi 2, 1 og 2 og svo eigum við eftir að skipuleggja Dalshverfi 3 og eins og við sjáum hér þá eru byggingakranar og ný hús að rísa hér um allt. Já. Og á ógnarhraða og það sem við vitum aldrei er sko nákvæmlega hvernig íbúasamsetningin í öllum þessum húsakennum verður. Er að flytjast hingað fólk með börn eða er þetta eldra fólk eða hvernig verður þetta? Við höfum svona einhverja viðmiðun sem við notum í okkar útreiningum og erum að gera ráð fyrir að Stapaskóli geti þjónað öllu þessu hverju plús Dalshverfi 3 þegar það er komið. Hefurðu séð inn í Njarðvík sem var hálfgeð sveit fyrir svona 12-15 árum síðan vaxa svona svakalega hratt. Eru langflestir nýju íbúarnir, kannski þá sem eru sérstaklega Íslendingar, þeir eru flestir að koma hingað sem flytja til Reykjanesbæjar. Já. Hér var sko fyrir hrun og fyrir brotthvarf varnarliðs og þetta, þá voru menn byrjar að undirbúa hér gatnagerð og heilmiklu uppbyggingu og það voru hér fasteignir komnar af stað, menn voru byrjað með grunna fjölbýlishúsum eða hálfbyggð hús og svo fór þetta nú því miður eins og það fór í bankahruninu og því. En eftir að menn náðu vopnum sínum á ný, þá hefur orðið hér gríðarleg uppbygging og þá hafa menn notað, jafnvel keypt upp hálfbyggð hús eða grunna sem einhverjir áttu einhver tíma og klára þetta samkvæmt gildandi skipulagi og nú er þetta hverfi að verða fullbyggt. Allar held ég geti sagt allavega langt flestar lóðir, bæði fjölbýlishús og lóðir og parhúsalóðir og lóðir farnar út. Ef ég væri íbúi utan Reykjanesbæjar og myndi spyrja því af hverju ætti ég að flytja hingað, ég er með, á miðjum aldri með 2 börn og svona, hverju myndirðu svara því? Hvað er það sem hver myndirðu segja að væri svona einn af kostunum við að flytja til bæjarfélagsins? Svo við nefnum þetta núna á 25 ára afmæli bæjarins. Já. Sko, ég held að flestir flytja, það eru kannski 2 ástæður fyrir því að fólk velur sér búsetu, já auðvitað eru það margar, en svona helsta ástæðan er svo að þú vilt vera nálægt vinnunni þinni og ef að fólk er að vinna hérna suður frá þá finnst mér þetta ekki vera spurning og það eru mjög margir, þú veist, í flugtengdri starfsemi og slíku sem hafa fært sig hingað. Hitt er verð á húsnæði og húsnæðisverð hér á þessu svæði samanborið til dæmis við höfuðborgarsvæðið hefur verið talsvert lægra, að vísu hefur sá munur minnkað aðeins. Og þeir sem flytjast úr höfuðborgarsvæðinu að þú spurður akkúrat þetta hverfi hér, að þá er þetta hverfi sem er kannski næst höfuðborgarsvæðinu af hverfum Reykjanesbæjar styst að fara ef þú vilt geta sótt inn í borgina á ný, þannig að því litum til má segja að þetta sé svona næstu því útkverfi frá höfuðborgarsvæðinu. Hvað sérðu Reykjanesbæ áfram svona bæta við fólki? Já. Það er bara staðan? Já, það er ekkert annað í spilunum en að íbúum fjölgi hér eitthvað áfram. Ég sé ekki fyrir mér 7-8-9% árlegan vöxt eins og verið hefur núna undanfarin 3-4 ár, en svona 1,5-2,5% vöxtur. Ýmsum ástæðum, ég meina það er, eins og ég segi, það er nægt rými, það er góð þjónusta, það er gott að búa hérna og meðan að fólk hefur vinnu. Það er stutt í alla þjónustu, íbúar sem flytjast hingað til dæmis höfuðborgarsvæðinu, þeim finnst frábært að geta labbað með börnin í leikskólan. Þurfu ekki kannski endilega að vera með 2 bíla og svo framvegis, þannig að já. Samgöngur eru auðveldari hérna heldur en á höfuðborgarsvæðinu? Já, mörgu leyti. Við getum gert betur í almenningssamgöngum og erum að skoða þau mál núna.
En síðan náttúrulega þyrftu við sem þjóð bara að taka okkur á í almenningssamgöngum og lestum og slíku. Og koma okkur upp svona meiri venjum og hefðum í að nota almenningssamgöngur, sko. Við getum ekki sleppt bæjarstjórunum öðru sem að kíkja hérna við í Helguvík. Það er ótt að segja að það sé nú búið að gusta málefni sem eru hér í Helguvík eins og kísilveri hérna fyrir aftan okkur. Nýja fréttir eru þær að Stakksberg eigandi þessarar verksmiðju ætli sér að komin í gang aftur og lofar minni mengun en risastórum skorsteini og bæjarbúar eru voðalega margir ekkert mjónaði með þetta. Og bæjarfulltrúar flestir. Já, það er rétt og við skynjum það svo sem og bæði á meðal bæjarbúa og líka í bæjarstjórn. Og þar má segja hafi orðið viðhorfsbreyting á milli kjörtímabila því að fyrri bæjarstjórn frá 2014 til 2018 hún var áfram þessa uppbyggingu og eftir því hefur verið unnið og við sem að störfum í kerfinu við svo sem framfylgjum bara þeirri stefnu sem að bæjarstjórn mótar á hverjum tíma. Henni hefur í sjálfu sér ekki verið breytt með formlegum hætti. Þannig að þess vegna meðal annars Stakksberg að láta vinna fyrir sig tillögur að nýju deiliskipulagi sem að við höfum ekki fengið til meðferðar í stjórnsýslunni eða þá. En við höfum fengið kynninga á svona hvað er að pæla og þar er svona strompur eins og nefndur sem er allt annað dæmi heldur en lagt var upp með hér á sínu tíma, sko. Það átti ekki að vera strompur og þetta átti að vera öðruvísi. Og hvað verður þessar tillögur og pælingar og hvernig þetta endar gerir ráð fyrir og vilji vita það, þá get ég ekkert sagt til það. En miðað við hvernig bæjarstjórnin er stefnd núna og umræðan bara, þá held ég að þetta verður torsótt mál. Það spyr ég torsótt fyrir ykkur eða torsótt fyrir Stakksberg að byggja þetta? Torsótt fyrir eigendur verksmiðjunnar og Stakksberg að koma þessum málum í gegn en á sama tíma kannski þurfa menn í stjórnsýslunni að vanda sig því að eitt lítið rangt skref í einhverjar áttir getur haft alvarlegar afleiðingar fyrir stjórnsýslu sem vil láta taka sig alvarlega líka þannig að menn þurfa að vanda sig. Fjármál Reykjanesbæjar voru ekki mjög góð horfið þegar nýr meirihluti tók við árið 2014 og þú varst bæjarstjóri og það voru að segja að þegar við þurfti að, vaða eld og brennistein á fyrstu árum eða hvað? Já og nei, staðan var ekki góð, það er rétt og fyrir því voru margar ástæður en það sem og sitt sýndist hverjum kannski þær en það sem öllum var ljóst var að það þurfti að taka á í fjármálunum. Við höfum verið að gera það í mjög góðri sátt innan bæjarstjórnar, allrar bæjarstjórnar og í góðu samstarfi við ráðuneyti sveitarstjórnarmála og eftirlitsnefnd fjármálum sveitarfélaga og kröfuhafa og bara allir sem að málinu þurfa að koma og starfsmenn og náttúrulega ekki síst íbúar sem hafa tekið á sér hærri álögur og þetta hefur verið stórt og mikið verkefni og í rauninni það langstærsta sem hefur verið á mínu borði, má segja. En þetta hefur gengið vel og við erum bara á réttri leið, við erum að vinna okkur út úr þessu hægt og rólega. Hver er aðalástæðan fyrir því að þetta hefur gengið vel? Við settum fram mjög hnitmiðaða og markvissa áætlun árið 2014 strax sem að ber nafnið og ber nafnið Sóknin og hún var margþætt. Það er búið að fara oft og vel yfir það. Þetta voru auka tekjur, auka álögur, endursemja við kröfuhafa, selja eignir sem við gátum verið án og svo framvegis. Við fórum í þetta allt saman. Og ég, sem betur fer, get ég sagt að þessi áætlun hefur langmestu leyti gengið eftir. Og það er aðalástæðan fyrir þetta að ganga betur. Plús það að hér hefur orðið mikil íbúafjölgun. Þannig að tekjur sveitarfélagsins hafa aukist líka mjög mikið. En þegar við skoðum þá línu hins vegar aftur í tíma, þá
sjáum við fleiri slík tímabil þar sem tekjur Reykjanesbæjar hafa aukist mikið á einhverjum ákveðnu tímabili en munurinn á núna og kannski þá að þá hækkaði rekstrarkostnaðurinn jafn mikið eða meira en tekjuaukinn. Það hefur ekki verið að gerast núna. Þannig að við höfum getað haldið svona á okkur höndunum og verið í sparnaðargildum svolítið og höfum þurft að gera það. Þannig að við höfum átt þá meiri afgang og getað greitt niður skuldir eða farið í fjárfestingar eins og Stapaskóla og þetta sem við erum að gera. Það svona lykillinn að þessu. Þetta bara eins og að reka heimili eða lítið fyrirtæki. Leiðum við þökkum fyrir áhorfið. Minnum við á aðra miðla Víkurfrétta. Við gáum út mjög veglegt 64 sína blað Víkurfrétta í þessari viku. Það sem að við fjöllum talsvert ítarlega 25 ára afmæli Reykjanesbæjar. Ræðum við fólk og fyrirtæki í bænum en einnig ljósanóttina sem að núna haldin í 20. sinn. En við erum að gera fleira. Við erum að fjalla golf á kylfingur.is og þið getið séð þennan þátt og eldri þætti á hringbraut.is og á Víkurfréttavefnum vaffei.is. En við þakkum fyrir okkur að sinni, sjáumst á vikuliðinni. Verið sæl.